komið sæl og verið velkomin í lýðræðissamræðuna við Rauðaborðið. Að þessu sinni ætlum við að tala lýðræði í tengslum við tækni auðvald og til okkur komin sérfræðingur, það Þorlaug Borg Ágústsdóttir. Sæl. Þú ert alþjóða stjórnmálafræðingur með sérhæfingu í cyber stjórnmálum. Já. Og ert að fara að halda fyrirlestur í næstu viku áhrif tækni auðvalds á lýðræðið. Já. Og hefur pælt líka í netöryggismálum og mér langaði bara... Ég svo gömul sjáðu til, ég búin að vera í þessum bransa svo lengi. Já, akkurat 30 ár. Ekki sko góðsend tíð þá fyrir þínar pælingar einmitt núna, bara í dag þessa dagan er lögreglan með ráðstefnu öryggismál og allt þetta tala öryggi. Hvað svona þitt... Sko, að koma reglulega á netinu, það þegar maður finnur nýsköpunina í loftinu, beinleinis, og maður finnur að hjólinn að snúast og nú eitthvað að gerast. Og nú eitthvað að gerast. Nákvæmlega núna, hlutur að gerast í AI og hlutur að gerast í öryggis- og varnarmálum. Og ég að vinna þessa doktorsrannsókn. Nú ég komin 1,5 ár inn í hana og búin að vera síðasta ár on-off í Berlín með að ég á enga vin á Íslandi. Ég fyrsti cyberdoktorsnemin í félagsvísindadeild og við að reyna að byggja upp aukna þekkingu hérna á landinu og þá verðum við að sækja hana til útlanda. Þannig að þangað sæki ég minn félagsskap. Þér var boðið að koma, það ekki Humboldt háskólan? Jú, Humboldt Institute of Internet and Society í Berlín. Ég var eina af 3 research kandidatum sem þeir tóku inn á síðasta ári sem var bara alveg gríðarlegur heiður og algjörlega ómetanlegt. Til hamingju með það. Já, takk. Það var mjög óvænt. Ég var alltaf eitthvað litla ég frá Íslandi en það náttúrulega með internetinu. Þá getur þú komist að öllum upplýsingum heimsins heima hjá þér og mennta þig og svo bara allt í einu fattar maður, já, heyrðu, maður kannski bara pari. Og skiptir máli að vera á staðinum þrátt fyrir alla tæknina og svoleiðis að það skiptir máli að vera í svokallum raunheimum eða hvað í samræðu líka? Jú, því annars hefði ég til dæmis ekki fengið þarna 2 kanónur í doktorsnefndina mína, fólk sem að vinna í rannsóknum fyrir Evrópusambandið á áhrifum stóru samfélagsmiðlana á löggjöf Evrópusambandsins og fleira, fólk sem bara náið á mínu sviði, sem núna komið inn sem ráðgjafar fyrir mig, sem ég hefði ekki fengið ef ég hefði ekki skellt á það að flegja umsókn, sko. Og svo var ég líka í hóp hjá Harvard í fyrra síðasta sumar, ég kannski ekki rætt mikið en þar verkefni hjá Berkman Center sem heitir Reset Social Media og við vorum einhver 14 stykki sem vorum að kynna nýjar rannsóknir það hvernig væri hægt að bregðast við neikvæðum áhrifum tæknirisana á lýðræðið okkar eða andlega líðan eða bara hreinlega á niðurbrot samfélagsins okkar. Ok, og hvað þá svona pólitíkin í þessu helst finnst þér? Eins og ef við tökum bara, ef við byrjar aðeins á Íslandi í dag. Sko, það hefur alveg rosalega mikið gerst í cybervarnarmálum á Íslandi sérstaklega síðustu 5 árin og mikið af þessu kemur til út af aðgerðum sem erlendis, það Evrópulöggjafir, það samstarf við NATO, það evrópskt samstarf við Bandaríkjamenn og svo videre. Þannig að við erum að taka upp löggjafir, við erum að taka upp verkferla, auka mikið náið samband. En, sjáðu til, cybersecurity snýst innviði, sem þá kaplarnir okkar og tölvurnar okkar, kerfin okkar, greiðslugáttirnar, bankana, heilbrigðiskerfið, allt þetta. Og svo þriðja fasin mannlegi þátturinn. Og mannlegi þátturinn veldur cirka 75-80% af tölvu innbrotum eða svindli eða öðrum. Það yfirleitt mannlegi þátturinn sem klikkar. Og þarna erum við bara alls ekkert nógu vel undirbúin. Og það eiginlega þar sem ég hef verið ljóst og lengt að reyna að vinna að því niður í háskóla að reyna að auka úrval í cybernámi í félagsvísindum, tengt þá lögfræði og bara, við erum að tala mannfræði, sálfræði, félagsfræði, stjórnmálafræði, afbrotafræði, bara félagsvísindin eins og þau leggja sig, þau eiga fullt erindi þarna inn.
Þannig að ég greinilega ákveða að nota þetta tækifæri og lobbya smá. En þetta þannig að þetta þú kastar cyber, þetta það sem kallast svona, held ég, netöryggismál eða það of lítið, er það bara einn þáttur í þessu? Sko, við spáum í cyberspace sem bara spacey, þú veist, eins og þessu herbergi, að því cyberspace í rauninni svona einhver skemmtistaður nánast eða vettvangur fyrir samskipti og við sjáum það að minn sopa liggur mikið niður fyrir. En við sjáum það að einkafyrirtæki eru búin að taka yfir funksjónir sem áður voru ríkisvaldsins, the marketplace of ideas sem Hayek til dæmis talar og aðrir, markaðstorg hugmyndana, ef að það ekki að virka eins og það á að virka og ef það komið í einkaeigu og það búið að einkavæða þetta space og það lítur allt í einu lögmálum einkaeignarinnar en ekki opinberra opinbers lýðræðis eða eftirlits eða annars, þá það bara stór hættulegt fyrir lýðræðið og ég vil til dæmis meina að við sem netizens, sem netborgarar eigum kröfu á það að fá eitthvað meira að segja heldur en eitthvað editorial advisory board hjá Facebook sem hefur ekkert valdhegar á hólminni komið. Ef þeir eru farnir að sinna opinberum skildum og hýsa og bara meika pening út á opinbera funksjónir þá eigum við að hafa eitthvað það mál að segja. Og þarna erum við ekki vakandi, svona sem þjóðfinnst þér? Nei, og sjáðu til, nú erum við að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort við eigum að fara í að taka upp viðræður aðild að Evrópusambandinu. Ríkisstjórnin lofaði því ekki seinna heldur en 2027. Við vitum að það strax nú þegar búið að búa til fullt af gervimennum yfirleitt eru þau rússnesk sem eru að fara að taka þátt í umræðinni og þetta strax byrjað og við bara eigum von á því fastlega sérfræðingar á sviðinu að það verði holskefla af misinformation og bara netárásum þegar þetta allt byrjar. Og hvernig ætlum við sem samfélag að taka á því? Akkurat. Þannig upplýsingaóreiðan, það ekki svona misinformation? Jú. Svona sem að við allir tala upplýsingaóreiðuna og það líka verið að tala með eins og nýverið náttúrulega fréttastofa Ríkisútvarpsins sem að kannski þar sem var bara, menn voru ekki að vanda sér nóg en einhver stað kemur líka því bara að heimildirnar sem að fréttafólk hefur eru kannski ekki áreiðanlegar eða hvað. Nei, og svo erum við náttúrulega að horfa á flutt langan fyrirlestur íslenska fjölmiðla en Moggi var til dæmis hakkaður og þeir komist inn í allt kerfi hjá þeim. Og getur ímyndað það hvað mikið magn af nafnlausum heimildamönnum sem þarna eru orðnir viðkvæmir og mögulega hægt bara að fjárkúa fólk eða eitthvað annað. Rússarnir eru bara alltaf einu komni með þessar upplýsingar. Og það vita að þetta séu rússar? Já, það talið að þetta séu svona einn af þessum, þetta aldrei rússnesk stjórnvöld. Það alltaf einhver svona hakkarahópar sem eru tengdir Rússlandi, gætu verið glæpahópar. En þó það væru bara venjulegur glæpahópur, þá það samt hættulegt að þeir séu komnir búin að hakka heimildamenn og blaðamenn og þetta bara kjarni lýðræðisins frjáls fréttaflutningur og ef fjórða valdið, fjölmiðlavaldið fær ekki sitt frelsi og undir árás eins og hefur verið núna, þá erum við bara í miklum vandastödd og það það sem skýrslurnar segja að lýðræðis búið að rúlla aftur núna á stað sem 1986. Fyrir hrun kommunismas. Þar eru við stödd núna með það hversu mörg ríkir og orðin authoritarian fyrirgeðu, eftir að sletta hérna svolítið mikið en við erum bara að horfa upp á árás á framleiðslu áræðanlegra upplýsinga og þá það annars vegar fjölmiðlar og hins vegar akademían sem að verða líka fyrir stórkostlegum árásum, bæði bara líflagshótanir og annað á sviðum þar sem að eitthvað svona, tölum kynjafræði eða loftslagsfræði eða eitthvað þar sem eru stórir hagsmunir eða reitir fólk til reiði, þá þetta bara orðið líkamlega hættulegt. En svo bara verið líka að vinna á móti sérstaklega stjórnmálafræðingum, þá nú voru bara í vikunni kom út fréttur það eru 2 stórir kenningasmiðir flúnir frá Bandaríkjunum yfir til Kanada, beinlínis út af því hvernig Trump og hans konar eru að ráðast á akademíuna. Timothy Snyder sem skrifaði On Tyranny sem margir þekkja og hann núna farin til Kanada og konan hans líka sem sérfræðingur í Úkraínumálum. Þannig að
þarna er raunverulega, þetta svolítið margt, ekki? Því að tjáningafrelsi náttúrulega bara í stórhættu, raunverulega, og sko tjáningafrelsi í gömlum skilningi þar að segja að það verið bara, það ráðist með einhverju móti og þá nýjum leiðum jáfnvel á þá sem að tjá sig, sko, en það líka bara kannski stjórnunin á því á ég að gera þetta enn verra já sko, því að þú tjáir þig kannski sem gagnrýnin en þú veist, raunverulega ritstýringarvaldið það ekki, því að það hægt raunverulega að bara og hér komum við kenningunni sem ég meðal annars að rannsaka í doktorsverkefninu mínu og það kona sem heitir Shoshana Zuboff sem er kenningasmiður og hefur verið kallaður hinn nýji Marx. Hún skrifaði bók sem heitir The Age of Surveillance Capitalism og gefur út 2019, hún 450 blaðsíður, þið þurfið ekki að lesa hana því hún gaf út grein 2022 sem segir það sama á 58 blaðsíðum. Þannig að spara fólki aðeins við nú. Og aftur nafni svona bara því hún heitir Shoshana Zuboff með setu og ég linka inn á hana af þorlaug.is, þá ég að linka inn á greinandarinnar og PDF-útgáfa á bókinni og lýðræðiskenningasmiðin sem ég er að nota til þess að bakka upp það sem hún er að segja. Ég er að skoða það sem hún heldur fram ástandið og er að nota til þess lýðræðiskenningar og aðferðarferli. En það sem Zuboff er að segja er það að kapitalismin sé búin að búa til svo kallaða economies of certainty og það gerist þannig að þegar þeir eru að selja auglýsingar þá eru þeir að selja þér það að einhver smelli á og það verði einhver sala til einhver staðar, hvort sem það eru 2% eða 3% eða 0,2%, þá verða þær alltaf að garantera sölu, líka þegar þeir eru að reyna að selja pólitískar auglýsingar eða jafnvel eitthvað annað, það er alltaf þeir þurfa að garantera útkomu. En ekki bara geta þeir haft áhrif á útkomuna með mjög mörgum laumvísum aðferðum, þá geta þeir spáð fyrir hegðun. Og nú eru þeir komnir með gervigreind sem spáir fyrir mannlega hegðun bæði niður á einstaklinga en ekki síst hópa og þá hegðun stórra samfélaga eða hegðun hópa innan samfélaga. Og þessir spádómar, þeir ganga núna kaupum og sölum á milli manna og þegar þú ert farin að selja spádóm þá þarftu náttúrulega að tryggja það að spádómurinn rætist líka. Þannig að það komin hringrásar hagkerfi í gang þar sem að gögn, persónuleg gögn mín og þín, mér sé DNA upplýsingarnar mínar, þeim var stolið frá 23andMe núna í fyrra og upplýsingum Ashkenazi-gyðinga var lekið út á netið. Herðu, þetta fólk með gen Ashkenazi-gyðinga, þessu var lekið þegar að Hamas-árásirnar voru gerðar. Þannig að út frá þessum upplýsingum er hægt að vita fullt af hlutum mig, hvaða áhugamál ég hef og náttúrulega frá símanum mínum, við vitum það, það eru upp sem eru að screenshota allt hjá þér, þú ert rakin, þú veist, það eru upptökur, ekkert er prívat lengur, því sem eru að senda dónamyndir, bara vinsalast hafi það í huga og þess vegna held ég meðal annars að margt fólk sem farið að hegða sér eins og það hegða sér vegna þess að það er einhver sem hefur á því tangarhald. En við getum bakkað eftir í economies of certainty og þessa ógn sem það stafar þegar tæknirísar vita svona rosalega mikið þig og eru farin að hafa hagsmuni af því að stjórna þér, farin að hafa hagsmuni af því að ákveða hvað fólk fær að tala og hreinlega eru mjög mikið af þessum stjórnendum í Silicon Valley að keyra á ákveðinu svona techno-libertarian hugmyndafræði. Og þetta er ný frjálshyggja sem er tekin langt út fyrir Hannes Holmstein nokkuð tímann. Hann er skilinn eftir í rykinu. Því að þeir eru, og þetta er eiginlega farið að hljóma svolítið absúrt, því þeir hafa svo mikla tröllatrú á til dæmis artificial intelligence að þeir ímynda sér að artificial intelligence geti tekið að sér að reka samfélagin okkar. Þetta er bara áætlunarbúskapur. Þetta er ekkert annað en national kapitalískur áætlunarbúskapur Bandaríkjamanna á heiminn. Og þeir halda þetta virki, en við sem hefum unnið eitthvað með AI, vitum það að AI er bara rosalega vitlaust oft og AI er ekkert betra heldur en gögnin sem þú fítar inn í þetta og gögn er oft bara meingölluð. Þetta veit ég sem gagnabönka gululínarar forðum dagar, ef þú ert ekki með gögnin í lagi, þá er eftirleikurinn, eins og ég segja, crap in, crap out. En AI, gervigreindin, er það sem við kallum bara gervigreindin? Jú, akkurat. Hún er samt svona, hún
hún gloppótt en hún svona, hún víst svona asi klára á sum sviðum ekki? Já. En sko það sem orðið hættulegt núna, nú ætla ég að koma hérna með kenningu Þórlegu söguskrifun og það, kenningu Þórlegur söguskrifun og það sem sagt svo að sagan hefur alltaf verið skrifuð af sigurvegurum og svo hefur við haft stór útgáfu fyrirtæki sem stjórnuðu hvað fékkst útgefið á síðustu öld og þeir stjórnuðu því hvað þekking er til ásamt háskólum. Svo kom internetið og í smá stund kom þarna gluggi þar sem að sá sem var best indexaður á netinu og kunni best á leitavélina gat komið sínum upplýsingum á framfæri og það var ekkert endilega stóri aðilinn. Þannig í smá stund fengum við að skrifa okkar sögu sjálf. Svo kom Google og náði einkarétti á okkar upplýsingum og svo núna eftir að Google búið að skrifa söguna með því að ráða hvaða leitarniðurstöður koma upp, nú AI að skrifa söguna fyrir okkur því að AI rendi í gegnum það var þjálfað akademískum módelum og fréttum og svo kemur fólk og sérstaklega nemendur og biður AI að skrifa fyrir sig ritgerð að hjálpa sér við að skrifa ritgerð og þá kemur AI og svona gubbar upp aftur og jórtrar á því sem var búið að segja áður. Þannig að úr þessu verður svona feedback loop, bara ringiða þar sem við erum öll að malla í sömu hlutunum. En hvað gerist þegar það kemur fram ný þekking? Segjum að það hefði verið eitthvað í þessum JFK skjölum sem voru að koma daginn. Þá mögulega hefðu við getað fengið einhverjar nýjar upplýsingar sem hefði breytt öllu. En hvað hefði AI þá sagt eftir að hafa verið búið að þjálfað á öllu gamla dótinu. Þannig að við erum komin í rosalega hættulegan leik og það að vinna með AI er svona, þegar þú varst með Google þá þurftur að orða spurninguna rétt en aðalega varst að leita alltaf að rétta svarinu, þú varst að leita í niðurstöðunum. Þú ert að vinna núna með AI, þá ert að leita réttu spurningunni til þess að fá svörin sem þú ert að leita að. Já. Þannig að í staðin fyrir að leita í rauninni að svarinu, ertu núna að leita spurningunni sem að er mjög, hvað ég að segja, tricky því að ef AI er bara alltaf að svara sama flata hlutnum með sömu sögu ritunina alltaf, nú þá erum við komið með bara svona eitt ríkis sagfræðirit og hvar er alternativ sagan þá? En þá kemur einmitt þetta með skona þessi gamla hugmyndum að því að auðvitað gagnrýni á svona sögu sigurvegarana hefur náttúrulega verið í gangi lengi og þá kemur þessi svona áhersla á opinbera vettvang sem er víða og er á einhvern hátt þessi möguleiki á að veita því aðhald þessari stóru sögu og valdinu og svoleiðis og kannski er það ekki það sem er svolítið mikið upplaust núna því að raunverulega þetta aðhald fer náttúrulega svo mikið í gegnum hið ritaða mála einhver leiti og gegnum þessa miðla, sko. Já, akkurat. Þannig að þá kemur eitthvað svona, jafnvel þótt að séu einhverjir, gefum okkur einhver séu vakandi fyrir því að spyrja annara spurninga og fá önnur svör og skora gervigreindina. Þá getur eigandi miðilsins bara þagga niður í þeim eins og við erum að sjá á Twitter eins og hann er kallaði núna, gamla Twitter, X. Það sem að við erum búin að sjá á mjög skömmum tíma, það sem að ef þú skoðaðir hverju voru stærstir með flesta fylgjendur og flest like og allt þetta, þá var það frekar blandaður hópur en samt sem áður frekar aðeins meira hlutin af þessu vinstri sinna fólk. Eftir að Elon tók við núna og sérstaklega á síðustu mánuðum 90% eru núna orðnir republikanar og hægri sinnaðir akkántar og þá sér maður bara beinleinis í niðurstöðunum, jafnvel þó ég hef engar sannanir fyrir því hann sé að gera það, ég sé það bara fyrir framan augun á mér að þetta er að gerast og við sjáum það í niðurstöðunum alveg eins og við getum lesið í kosninganiðurstöðuna núna frá Bandaríkjunum og séð rosalega margt furðulegt í hvernig atkvæðaseðlarnir liggja. Það er ekki þetta sanna neitt kosningasvindl, ég gerir það ekki hérna ofan á Íslandi, en ég get samt bent á það að 3% er meðaltalið af atkvæðaseðlum sem eru bara með nafn Donald Trump eða bara með nafn forsetans í venjulegum kosningum, í venjulegu fylki, en allt í einu í ákveðnum lykil fylkjum eins og Pennsylvania, þá eru þeir í 11% tilvika. Af hverju er það og af hverju segir Donald Trump mitt sumar You don't even have to vote, we have all the votes. Hvað veit hann sem við vitum ekki? En núna hefur svona pælingar, þær kannski voru lengi vel bara
flokkaðar sem sko svona samsæriskenningar og svona raunverulega einhverju sem höfðu mjög miklar áhyggjur af því að væri verið að njósna þeir sem voru, þú veist, að stinga símónum í frystihólfin og eitthvað þannig, en núna bara sem sagt, menn koma fram bara tækni fólk kemur fram og varar við þessu njóstnum og varar við því sem þú ert að segja, beinum áhrifum á lýðræðið og þannig. En hvað gerum við sko, sem sagt, við þyrftum þá kannski að beita ákveðnum þrýstingi sko á okkur stjórnvöld að gera eitthvað og þú kannski segir okkur hvað helst þau ættu að gera en svo líka við sem borgarar þá og netverjar og hérna hvað við, þú veist, meikar það eitthvað sens að vera ég veit ekki, að vera eitthvað að passa sig á hverju að eiga að passa sig yfirleitt og vera vakandi fyrir hverju. Akkurat, hérna Ég er með þetta sama vandamál og í mínu rannsóknum hefur verið að hugsa bara á ég að vera eitthvað að verja mig sérstaklega, á ég að dulkóða eitthvað, er ég ekki bara að sóa tíma vegna þess að þeir brjóta sig í gegnum þetta allt ef þeir hafa áhuga á mér sem náttúrulega bara alls ekkert gefið. En hérna... Og þeir hverjir líka, það kemur alltaf bara, þegar maður segir þeir, þú veist, þá er þetta orðið svolítið svona... Einhvers staðar í skýinu. En ég gef mér það til dæmis miðað við það að ég skrifaði lokaverkinu mitt hvernig Rússar hefðu flippað bæði Brexit og Trump-kosningunum 2016 og þú veist að þeir séu kannski með 500.000 manns á Íslandi á lista. Það er ekkert ólíklegt að ég sé á þeim lista. Miðað við það, þú veist, þá bara verð ég að hegða mér þannig að það sé ekkert af mínu persónlega á netinu þannig að það sé hægt að nota það gegn mér. Eða ef það er á netinu, nú þá verð ég bara að óna það. Skilur, það er ekkert annað að gera. Ég get ekki verið hrætt við það og við í rauninni verðum að passa okkur á því hvað við setjum í rafrænt form erum við að segja hluti sem að við viljum ekki fá í andliti seinna og en sem sagt, það er ekkert prívat bókstaflega ekkert prívat, maður getur ekki bara gert ráð fyrir því að allt sé lesið, en það eru þetta listi af hlutum sem við getum gert til þess að verja okkur. Við getum minnkað aðgang allra appana okkar að hinu og þessu, því að náttúrulega stór hluti af appunum okkar er að selja upplýsingar áfram. Þess að við erum búin að samþykja bara eitthvað lítið sætt Sudoku app sem að inni í smáaletrinu tekur sér einhver réttindi sem við höfum ekki hugmyndum. En einhver leiti höfum við sko samþykta svona bara kannski að sofanda hætti einhver leiti en líka að því að við svona höfum verið talið trúum kannski eða maður trúir því að það sé þessar upplýsingar séu notaðar líka til þess að, hvað er það, svona besta einhverja tækna, því verið að þróa að því að svoleiðis byrjaði, ég minnum internetið og Wikipedia og þetta var þetta jákvæða, þetta cyberspace þarna, þessi staður sem var til. Við vorum svo bjartsýn, kommunismin nýfallin, internetið að koma, upplýsingarnar átt að frelsa okkur og í smá tíma þá gerðist það. Það var gríðarleg valdefling og allt í einu komu ný öfl fram og við sáum Arab Spring og við vorum að sjá byltingar út allt, meiri segja Black Lives Matter og fleira. Það er rosaleg lýðræðisbylting og jákvæðir hlutir sem komu í kjölfarið. Við erum að reka samfélagið okkar betur, aðgengi að alls konar upplýsingum. Ég held að við sem öll sammála það að bæði erum við sko ríkari og upplýstari og við samfélagið er betra. En ég man eftir, en hvað mennið? En nú erum við sem sagt að horfa á og menn hafa talað post-truth samfélag. Fyrir mér og Hönnu Arendt er ekki til neitt sem heitir post-truth samfélag vegna þess að þetta er bara skrefið áður en fasisminn tekur við. Og það er það sem við erum að horfa á núna að af því að stórfyrirtækin hafa beinleinis peningalegan hag af því að það séu rússnesk eða írönsk eða bara bandarísk eða einhvers konar tröll inni á netinu að búa til falskt engagement, gera okkur reið og svo framvegis. Þeir hafa beina peningalega hagsmuni af því að við séum föst í þessari hringekju, þá hætta þeir þessu ekki. Og jafnvel þó að Evrópusambandið sé leiðandi á heimsvísu í því að setja réttindi og gefa okkur réttindi og bara þökkum fyrir það að vera í EES og hafa aðgang að því, þá er eiginlega engin eftirfylgni og það er, þú ert ekki með yfirsýn
Þú ert ekki með eftirlit og þú ert ekki með leiðir til þess að taka á því ef það eru einhvers konar brot. Það bara núna í fyrsta skipti í Digital Services Act sko, komin klausa það að þeir eiga að hleypa rannsakendum inn í gögn hjá sér svo við getum unnið rannsóknir. Segjum til dæmis bara á falsfréttum í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðslu. Okay. En nei, þá eru þeir að draga núna lappirnar á því ég er ekki búið að skilgreina þetta nógu vel og skilgreinir Meta, Facebook og Twitter og aðrir. Þessi stór tekni, þetta tekni auðvald. Þeir sem að núna reka það sem við köllum í rauninni the public sphere, eru með markaðstorg hugmyndana, þeir eru núna að reka þetta eftir sínum eigin engahagsmunum og síni eigin enga hugmyndafræði sem reyndar gott betur heldur en techno-libertarian því að hún inniheldur element sem eru bara beinleinis fasísk og snúa að svo kölluðu kynbótastefnu hreinlega og við þurfum nú ekkert annað en að horfa bara á Elon Musk og hans 14 börn sem flest eru kallkyns og getin með glasafrjókun. Hann í sínu eigin enga genabætingarverkefni því að honum finnst að rétta fólkinu sé að fækka og ranga fólkinu sé að fjölga og þess vegna hefur hann saminast með þessum Christian nationalist, kristilegum akkurat í Bandaríkjunum að sjá þess að tvo hópa frjálslynda og forræðishyggju sinna saminast í því að banna fóstureyðingar og partur af þeirra hugmyndafræði að brjóta niður ríkisvaldið til þess að koma á einkavæðingu. Einkavæðingu fyrir sig sjálfa, já. Akkurat, því þeir reikna með að þeir sjálfir verði ofan á, ef maður hlustar á þessa félaga eins og Peter Thiel sem var í PayPal með honum og Curtis Yarvin sem nú svona meðalgreindur kenningasmiður, mikið af þessu í rauninni bara hugmyndafræði einhverfra gaura sem hafa engan félagsþroska, hafa ekki rekið fjölskyldur eða verið mikið í félagsstarfi, heldur gengur allt þeirra líf meira og minna út á það að verða ríkari og vinna og sína sig og verða betri gaur heldur en næsti gaur eða flottari bíl og svo framvegis. Þetta einhver bara svona græðgist drifin maskína þarna. Þeir telja sig geta verið self-governing, þeir tala self-regulation, þetta allt bara beint út nýfrjálshyggju og Hayek og Friedman og þeir eru núna með dós að brjóta niður bandarískt samfélag í fyrirbæri sem kallaður accelerationismi, sem sagt. Þeir eru að reyna að flýta fyrir niðurfalli samfélagsins til þess að geta byggt á því nýtt kerfi, nýtt tæknifasískt kerfi, þar sem þeir eru kongarnir og ég og þú erum bara þrælar. Já. Svakalegt. Ég man eftir því þegar að þú talar þetta gerðist internetið rétt eftir fall múrsins og fall Sovétríkjanna og austurblokkarinnar. Það sem var kannski mjög óheppilegt að sú söguskoðun, þú segir, saga sigurvegarana var skrifuð þá mjög svona gróflega og sósíalisminn raunverulega afgreiddur bara á einu bretti og afskrifaður. Hann breyttist í þriðjuleiðina, Anthony Giddens og Tony Blair. Já, en líka þegar interneti, ég man eftir fyrirlesturum í Frakklandi hvernig raunverulega væri mikilvægt að halda einhverju ríkiseignarhaldi á innviðum. Já. Sagt, til þess að halda upp í internetum, til þess að það væri einhvers konar opinber vettvangur. Og peningum í umferð, sjáðu okkur, ég man ekki hvort það 97% af okkar peningafæslum bara úti í búð, fara í gegnum greiðslukort. Ef við missum sambandi við útlönd, við erum með 4 sæstrengi. Ef við missum sambandi við útlönd, þá getum við ekki borgað í krónunni. Þetta ástand náttúrulega gengur ekki og Seðlabankinn svo sem búin að setja af stað verkefni þar sem á að vera íslensk greiðslumiðjun. En ef við spáum í þjóðaröryggi, þá erum við rosalega feitur biti með nánast engar varnir. Sem náttúrulega svakalegt. Að því að við vorum líka mjög innkeypt fyrir einmitt nýfrjálshyggjunni og töldum, virðist vera bara einmitt, það var orðið allt í nú skammarirði að hafa einhverja ríkisinnviði og þannig líka orkumálin orðin einkavætt. Það svo margt sem orðið einkavætt og allt í nú núna bara virðist vera svo hratt svona að við erum átt okkur á því að við erum búin að missa svo mikið út úr höndunum.
Algjörlega. Og mér fannst fyndið að ég var fór á fyrirlestur daginn og kynningu hjá viðskiptaráði sem var að ræða stöðu á fjölmiðlamarkaði og mér leið eins og ég hefði stigið inn í tímavél og lent á árinu 1996 út frá því hvernig umræðan var og hvernig var verið að fókusa það að koma RÚV af auglýsingamarkaði og svo framvegis á meðan að 40% af auglýsingatekjunum eru farnar til útlanda til Facebook og annara, Google og það verið að framleiða efni hérna heima sem verið að dreifa ókeypis á þessum miðlum. Á sama tíma verið að hakka fjölmiðlun okkar, taka Vísi niður fyrir að hafa flutt einhverjar fréttir, hakka Mokkan og svo framvegis. Það ekki búið að skilgreina fjölmiðla, einkarekna fjölmiðla sem mikilvæga upplýsingainnviði sem mér finnst algjörlega krítískt og við þurfum að passa það að við höfum bæði einkarekna fjölmiðla og að við höfum ríkisfjölmiðil sem sinnir sínu hlutverki sem þessi öryggisventil og svo þarf háskólinn að sinna sínu hlutverki að mennta sérfræðinga þannig að við séum ekki bara annað fólk þurfi ekki að lenda í því eins og ég að vera að eyða mörgum milljónum í það að sækja þessa þekkingu til útlanda og reyna að berjast fyrir því að láta hlusta á sig og reyna að opna leiðir fyrir fleiri inn í nám til dæmis bara fyrir skiptinám í erlendum háskólum, skilur að háskólinn fari nú aðeins að gera þessi í brók, að það séu veittir styrkir á þessu sviði í einhvers konar samfélagsrannsóknum, þannig að við reynum að bregðast við og náttúrulega að þú ætlar að taka Ísland nú ætla ég að skipta gír og verða smá alvarleg. Í fyrri heimsstyrjöldinni tóku Bretar okkur með 2 skipum. Annars skipið var staðsett í Reykjavíkurhöfn og hitt skipið sigldi á milli Akureyrar og Seyðisfjarðar og stoppaði póstsendingar. Og þannig náðu þeir bara meira og minna að halda okkur einangrum og halda kontról á landinu. Í síðari heimsstyrjöldinni koma þeir inn á 4 skipum með 700 manns og taka bæinn. Ef þú ætlar að taka Ísland þá líklega ekki að fara að koma neitt stór lið af einhverju landgöngu hér og vera einhverju hermenn á hverju horni. Þú þarft bara að klippa á samskiptin okkar, hafnirnar okkar og þá ertu með okkur. Og við þurfum að ákveða, bara svona eins og Svíarnir í nýjum bæklingum varnir Svíþjóðar, þá stendur skýrum stöfum ef það kemur í fréttum að Svíar hafi gefist upp fyrir innrás, þá eru það rangar fréttir, þá eru það falsfréttir. Hver eru skilaboð Íslands? Ef það kemur hingað innrásarher, hverju eigum við að trúa þegar innrásarherinn búin að taka við RÚV og kannski bara með byssu við hausinn á einhverjum eða bara með einhvern Íslending á sínum vegum sem að flytur okkur falskar fréttir það hvaða stefna stjórnvalda hafa ákveðið að taka í þessu. Þú veist, hvernig ætlum við að vinna í þessu? Hverjar eru okkar varnir? En má ég spyrja þá því þú talar einmitt hvað erfitt að fá kannski eða þetta eiginlega samfæra stjórnvöldum að efla menntun á þessu sviði. Já. Af því að talandi varnir, það ekki mikil vörn fólkin í því og mikil öryggi að sem flestir séu vel menntaður og vakandi? Jú, það maður haldið. Já, eða sem sagt að því að núna virðist manni eins og löggan með sem þetta það ekki ráðstefni núna mann finnst einhvern veginn eins og við séum alltaf svona eins og meira ekki að verja okkur sko eins og ég veit ekki við þurfum alltaf öðruvísi varnarstefnu ekki forvarnir sem sagt, við erum ekki með forvarnir frekar en í öðrum málum heldur sko einhverju sem svo lögguvernd og svo líka búið að auka það kannski önnur spurning en það verið búið að auka sem sagt rýmka heimildir til upplýsingaöflunar innanlands, líklega til lögreglunar það ekki? Jú, það eru náttúrulega gagnabankar þar, eðlilega, svona formlegir og ekki formlegir. En núna bara í haust, síðasta haust, var Ísland að skrifa undir samning við Bandaríkinu stór aukið varnarsamband. Það samstarf að stóru hluta físíst og snýr olíugeymslu og hitt og þetta og kannski svolítið svona íróníst að við séum alveg orðin enn meiri besti vinur aðal frá því síðasta haust en allt í fínu, það kannski gerir það verkum að Trump ákveður að taka okkur ekki yfir og segja bara, við höfum Ísland nú þegar allt í lagi með það, vegna þess að það svo auðvelt að ná á okkur hreðjataki en það akkurat þetta sem ég hef líka verið að spá í bara, hvaða stefnu ætlum við að taka ef það ráðist á okkur þú getur verið í stríði á 5 vígstöðum það loft, land, sjór, space og cyber 4 vígstöðum fjarlægðin og veðrið að vinna með okkur. Í cyber
erum við 4 kapla og mögulega eitthvað sambandi gegnum Írisi við útlönd eða Starlink eða eitthvað annað. En það ekki fyrir, það kemur nýtt gervisnettasamband frá Evrópu í Íris 2, þar sem við verðum orðin þáttakandi í gervihnattasambandi. En ef þú tekur Ísland úr sambandi bara í 2 vikur, nú þá eru bara einhverjur orðnir hungraðir, það eru upplausn einhvers staðar, það eru upplausn á spítulunum okkar, geti tekið rafkerfið okkar út, þú veist, það er hægt að valda rosalega miklum skaða á Íslandi án þess að vera með einhvern mikinn mannafla. Og þess vegna þurfa okkar varnir eru í rauninni allt öðru vísi heldur en varnir allra annara sem þurfa að vera með einhvern landher eða eitthvað, því að landhelgisgæslan sinnir líka svo fjölbreyttu starfi. Þannig að okkar varnarmál snúast kannski meira hjálparsveitir, að passa landhelgina, að sé ekki verið að veiða þar ólöglega, að það sé ekki kafbátar þar að þú veist, smetla sér inn á kaplana eða hvað sem það nú er. En aðalega þurfum við að verja okkar eigin hafnir og okkar eigin innri samskipti. Okkar eigin innri samskipti og þá þarf nú ekkert einhvern her eða einhvern svona landhelgisgæslu, það þarf bara tæknifræðing eða sem sagt cyberfræðinga. Já, og bara alls konar fólk. Af því mér finnst svolítið að fólk hafi hort á þetta, ekki vitlaust vegna þess að ég vil segja það of þröngt, vegna þess að það er verið að horfa réttilega á kaplana innviðina og kerfin okkar, fullkomlega, og það er ótrúlega mikið að hæfu tæknifólki hérna heima og ég bara fullyrt það að við erum ekkert með neina fúskara á þessu sviði. Íslands tæknifólk og fólkið í þeim geira, það veit alveg hvað það er að gera. En sú vinna sem fer fram í því að efla fjölmiðlalæsi, í því að passa upp á falsfréttir, í því að passa til dæmis að RÚV standi sig og ég ætla að nefna RÚV sérstaklega í þessu samhengi sem með lélegt skipulag upplýsingar. Nú er ég ekki að tala um það að við erum eitthvað illa hannaður, heldur það er erfitt að finna upplýsingar á honum. Til dæmis erum við að tala um aðalfréttatíma sjónvarps og hádegisfréttatíma útvarps sem ég held að væru bara svona máttarstólpar í íslenskum fréttaflutningi. Ferðin á RÚV-vefinn og ítir á fréttir, þá kemur þetta ekki upp. Eru útvarpsfréttir og sjónvarpsfréttir ekki fréttir, samkvæmt RÚV. Akkur eru bara netfréttir þar. Og svo þurfum við líka náttúrulega að hugsa um það að við erum með minnihlutahópa hérna. Við erum kannski með 15% landsmanna sem tala önnur tungumál og hvernig ætlum að ná þeim. Þannig að ég vil að við útvíkkum það sem er kallað cybercompetence og hugsum mannlega þáttinn og eflum, það er til dæmis samráðsvettvangur sem kallast TUMA sem fjallar miðlalæsi og hefur verið að vinna rosalega gott starf, en það gerist ekki nema að séu settur peningar í þetta. Hvað er þetta? Þannig að það er bara verið að efla upplýsingalæsi almennings. Mikið af þessu hefur reyndar fókusað á börn og líðan barna. Því að partur af þessu manipulation stórfyrirtækina á okkur gengur út á, og það er nú það sem propaganda gerir. Þetta er ekki bara spurningum að ljúga að þér til þess að fá þér til þess að trú einhverju nýju. Þetta er gert til þess að fá þig til þess að efast allt og þegar þú ert að skrolla. Ég myndaði lífið fyrir 100 árum, þess að þú varst bara hérna á einhverjum sveitabæ og þú veist að mjólka kúna og svo kom kannski eitthvað fyrir og við vorum ekki með þessar endalegu sveiflur, bara sætur köttur, nei, árás á einhvern, fólk að deyja, þú ert í endalausum tilfinningasveiflu, nei, hélt þessi framhjá, þú veist, það er verið að draga okkur í athyglina og tilfinningarnar okkar fyrir utan dópamin fíkn og fleira og klámfíkn og annað. Það er verið að leggja tilfinningarlífið okkar beinlínis í rúst bara með endalausum sveiflum, með of miklu magni upplýsinga og það sem gerist þegar fólk verður fyrir svona er það að þú verður dofinn og þú færð ákvarðanakvíða og þú hættir að taka ákvarðanir og það er það sem þeir vilja sem sagt lama okkur ekki bara úr hræðslu heldur lama okkur með of miklum upplýsingum þannig að þá er miklu auðveldara að brjóta niður samfélagsstofnanir eða ráðast á okkur þegar fólk er bara orðið svo uppgefið af þessari holskeflu af ógnum sem við upplifum utan úr heimi, við gerum ekki alveg greinamun á því, þú veist, hvaðan þetta er að koma, líkaminn gerir það ekki, þannig að við sjálf eðlilega þurfum að fara að breyta okkar bara fréttaneyslu og ég stend mig að því núna, ég er hætt að fara á Sitter vegna þess að
ég verð bara svo pirruð. Ég fæ svo mikla svona magnleysis tilfinningu í brjóstið það að það sé að eiga sér stað hérna bara alveg hræðilegi hlutir og ég get ekkert í þessu gert, þá ég bara kvíðin og þá bara kem ég einhver verk í því að skrifa eða læra. Þannig til þess að hugsa mína geðheilsu, þá verð ég bara að loka samfélagsmiðla úti. Þetta eru svona vítarhringir, dálítið margir sem myndast og þú ert að segja við þurfum eiginlega að verjast, ef svo má segja, eða forverjast einhvern veginn. Verja okkar eigin tilfinningalíf. Já, á mannlega sviðinu, bara með því að verja okkar tilfinningalíf og okkar hugsun og svo efla gagnrýna hugsun og efla læsi. Fjölmiðlalæsi, akkurat. Og samræðuhæfni og líklega og ýmislegt. Og passa fjölmiðlana sem við treystum og gefa öðrum röddum. Sérðu, nú erum við að tala saman augliti til auglitis. Þú veist ef við værum að tala saman á netinu það enga tryggingu fyrir því að þú væri þú. Við lesum allt öðruvísi í hlutina. Ég til dæmis mjög kaldhæðin manneskja og ofta að tala í öfugmælum sem fær fólk bara til að halda að ég sé algjör hálfviti. Gæti náttúrulega verið en láta tala ekki milli hluta en þetta að það búið að taka markaðstorg hugmyndina sem var áður The Town Square, færa það yfir í digital space þar sem eru bara fólk í dulargerfi og geimbúningar og AI og allra þú veist, og það verið að æsa okkur upp og fá okkur til þess að verða reið og í Bandaríkjunum eru þeir með kosningakerfi sem heitir First Past the Post, einmenningskjördæmi sem verður til þess að það verður til 2 flokka kerfi sem gerir pólunina mun meiri heldur en hjá okkur þar sem við erum með hlutfallskosningar og marga flokka. Þannig að kerfið okkar lýðræðiskerfið okkar í það heila mjög sterkt og við erum hérna á Norðurlöndunum sem sterkasta vígi lýðræðis í heiminum. En það gerur okkur líka að targeti. Því að ef að fyrirmyndir lýðræðisins eru farnar, þá fellur bara öll spilaborgin og Norðurlöndin áttar sig á þessu og þess vegna akkurat þurfum við ekki bara að fókusa á innviði og kerfi, heldur líka að fókusa á mannlega þáttin, á menntun, á fjölmiðlana okkar, að passa upp á fjölmiðlana þannig að við getum svona nokkurn veginn gengið út frá því að það sé búið að staðreina upplýsingar, fact-checka, þannig ef það kemur í fréttum að forsætisráðherra hafi sagt að við höfum gefist upp fyrir erlendum innrásarher, þá vitum við að það annarkvort rétt eða rangt út frá því sem búið að segja okkur áður. Vá, þannig að þú ert þá alveg með greininguna út frá þínu reynslu og þínu námi, greininguna á vandanum, þú veist cirka og þú ert með ansi góða svona ráðgjöf það hvað við getum þó gert vegna þess að, margir myndur nú segja að við getum bara lítið þegar það var nú áður þegar stórt vald ríkistekni auðvaldið var komið meira vald heldur ríkisvaldið. Já. En nú hættulegt þegar það giftist. Já, og svo þegar það er komið líka einmitt á þessu upplýsinga eða cybersviði, þá er það alveg gríðarlega hættulegt en þetta tal nú eiginlega því miður tíminn okkar búin, þú ert mjög gjöful og þetta er búið að vera flottur krúss, þar sem við hefum bara verið í fengi að fara aðeins til í Humboldt háskólan eða eitthvað, fengi svona innsýn og ég bendi nú hlustendum og áhörendum á að þið geta komið og hlustað á þig í Hafnarhási á þriðjudaginn ekki? Jú, og tekið þátt í umræðum og ég sérstaklega hvetja fólk sem hefur áhuga á varnarmálum og skilur að við þurfum að verja okkur vinsamlegast mætið. Já, og umræðuna þeim verður ekki varpað Nei, fyrirlesturinn mínum verður varpað upp og ég kannski líka aðeins meira þar að fókusa á löggjafir Evrópusambandsins og hvernig þær fitta inn í og verja lýðræðiskenningar og þannig að það er svona meiri fræðilegi hlutin. Íslenski parturinn varð svona eiginlega bónus í kjölfar alls þess sem búið að vera að gerast núna því að ég vil náttúrulega meina að þessi tæknifasismi búin að giftast bandarískum stjórnvöldum núna í systemi sem ég viljandi kalla bandarískan national kapitalisma með tilvísun í þýskan national socialisma frá síðustu öld. Vá. Þannig að það er svona þetta er eiginlega bara tækni nasista auðvaldi eitthvað. Þetta frekar svona við þurfum að spyrna við. Já. Akkurat. Já.
og við sem og þessi en svo líka var nú í fréttum í dag þetta með njósnir Kínverja og eða lekan þarna í Bandaríkjunum lekan þegar hann setja aðritstjóra að The Atlantic inn í grúppuna þegar þeir eru að ráðast á Jemena. Þetta ekkert smá öryggisbrot og bara beinlinis niðurbrot á bandarísku samfélagi sem að eiga sér stað þarna til þess að hluta til bara vegna þess að ég held að ákveðnir aðilar séu í eigu Rússa en líka til þess að græða því. En núna hefur við náttúrulega fengið fullt af tækni eða sem sagt tækni búnaðurinn okkar sem við bara kaupum út í búð og gefum jólagjafir og þeir sem betur mega sín eða fólk safnar sér fyrir svona tækni græjum og þetta allt með bakdörum bæði fyrir Bandaríkjunum og Kína alveg. Það eru 3 megin módel í því sem kallast internet governance. Það kínverska módelið sem sem kallast state centric og svo það bandaríska módelið sem market centric og fókusar á þú megi segja allt við alla og svo það evrópska módelið sem þið kalla rights centric eða réttindamiðað þar sem að við það módelið sem við erum að reyna að keyra og evrópska módelið eina alvöru viðspyrnan í þessum málum í heiminum. En til þess að það módel gangi upp þá þurfum við ákveðnu leyti að endurhugsa eignarhaldið á þessu markaðstorgi hugmyndana og svo hvernig ætlum við að fylgjast með þessu. En nú einmitt Evrópusambandið samt svolítið mikið gagnrýnt fyrir að vera öfurlega bara leggja svo mikið í varnarmálin þessar físísku hernaðar uppbygginguna á það. Þannig að en allavega kannski Evrópusambandið komið lengst í heiminum í löggjöf internetið. Það að sinna sínum málum en Evrópuríkin eru meira og minna öll að díla við mikið magn af fölskum upplýsingum, upprisu, hægri öfgaafla og bara, undangröft á lýðræðinu sem að ég akkurat að reyna að taka á, reyna að bjarga heiminum. En þarna þú nefnir nú ógnir, kínverska, bandaríska, rússneska og svo evrópska módeli sem að reyna að verjast, en svo náttúrulega líka innan þessar Evrópulanda ákveðin, fasismin þar líka svolítið í vextið og þannig að raunverulega líka verið að nota þessa tækni einmitt eins og við ætlum að fá auknar heimildir til þess að njósna og fá borgarana innan hvers land Þannig að og andlitsgreining líka orðin svo rosalega góð, bara hvert sem þú ferð þá einkaaðilar fyrir $10,000 getur þú fengið hugbúnað og gleru þannig að þú lappar og bara rekst á fólk á götunni og ítir á klikk, þá ertu bara búin að fá allar upplýsingar manneskjuna sem þú ert með og þetta bara gríðarlega erfitt að díla við þetta því að þú getur stokkarar skilur bara morðingjar eða njósnarar eða hver sem getur notað þessar upplýsingar eins og þeim sýnist. Þannig að við erum mjög líklega í framtíðin að fara að sjá einhvers konar svona tæknilausar vinir eða þar sem við búum til einhvers konar búblur þar sem eru miklu stífari reglur tæknina og svo getur verið í villta vestrinu einhvers staðar þarna fyrir utan. En Evrópusambandið að reyna að búa til skjól og ég nú engin sérstakur Evrópusambands sinni þannig séð. Mér finnst við græða mest á því að bara vera áfram í EES. En við þurfum engu síður að passa það að við séum vakandi fyrir því hvar eru íslenskar sérþarfir. Að því við erum svolítið mikið allt öðruvísi en aðrir þegar að kemur að þessum 4 strengjum okkar sem að stjórna okkur í samskiptum útlönd. En við þurfum annars vegar að vera við sem Íslendingar að við getum þó reynt að sem borgarar biðja stjórnvöldum að huga að öllum þessum svona fjölþættu varnarmálum en svo sem netverjar og sem þá verðum við líka kannski að vera vakandi fyrir því að okkar eigin stjórnvöld séu ekki líka að nota sér þessa tækni til þess að stjórnast líka í okkur eða ekki. En útgangspunkturinn hjá þessum gaurum, hjá stóru tæknirisunum exit, að vald okkar
í þeirra heimi, í cyberspace, gangi bara alltaf út á það ef þið líkar ekki Twitter, nú þá bara ferðu af Twitter, eða líkar ekki Facebook, þá ferðu. Þetta ekki raunhæfur möguleiki. Exit, þú veist, þegar það ekki samkeppni, þá er exitið ekki til staðar. Þá ertu bara, ef þú ferð, þá ertu að útiloka sjálfum þig frá opinberu umræðu og það það sem gengur ekki upp og ég, kannski hljóma ég bara eins og argasti kommunisti eða sósíalisti þegar ég vil meina það. Við verðum að ná lýðræðislegri stjórn á þessum stóru veitum og við verðum að ná eftirfylgni á þessi fyrirtæki þannig að kannski séu óháð cyberspace lögga eða eitthvað. Við séum að koma okkur upp miklu betri vörnum, miklu meira gagnsæi í hvernig hlutinni virka og já. Það ótrúlegt, þetta, þegar við afskriðum sósíalismann en kemur ljósa að netöryggislega séð og til þess að láta þennan vettvang sem okkur finnst vera svona þetta bara symbolisera eða tákna frelsi okkar að það og þennan opinbera vettvang eða markastórk hugmynda eða þá verðum við eiginlega núna svo komið að við verðum að fá einhvern veginn völdin að fara frá þessir einkavæðingarferli og að ríkisvaldi, að þjóðin nýta raunverulega þessa innviði einhver leiti. En við gætum stofnað líka bara sérstakt batteri utanum það þannig að það sé ekki ríkið heldur sé einhver svona eftirlitsstofnun þú veist alveg eins og við erum með ríkisútvarpið OHF þannig að við gætum mjög líklegt að við gætum frekar gert eitthvað svoleiðis en það komið nóg af því að einkaeignarrétturinn stjórni samfélaginu okkar. Við sjáum öll hvert það búið að leiða okkur. Vá, þetta var hressandi. Bara það gaman að hlusta þig tala því maður verður svolítið hræddur náttúrulega en líka samt svo mikilvægt að finna, maður finnur svo til öryggistilfinningar að þú sért allavega vitir hvernig þetta virkar og sért vakandi fyrir því og sért í samræðu alþjóðlega og heima það og þannig að bara fleiri séu með, það nú málið hvetja ungt fólk til að fara og mennta sig í cyberfræðum. Drottinn minn dýri, ef það einhvers þegar tekið möguleikar núna, þá það í soft cyber security. Absolutely. Ef fólk vil vera með í framtíðinni, þá það AI og soft cyber security. En ef þú ert gagnrýninn soft, færi þá nokkur ef þetta kerfi alveg fara að virka, þá máttu ekki vera of gagnrýninn samt. Já, hér kemur það, ég ekki í vinnu hjá neinum, þannig að ég get leyft mér þetta og það kosturinn sem að fólkið hjá ríkinu getur ekki gert. Takk fyrir að koma hingað Rauðaborðinu, einmitt þá Þórlaug Borg Ágústsdóttir, stjórnmálafræðingur, alþjóðastjórnmálafræðingur með sérfræði þekkingu á cyber. Ég kallaði mig vefkyrjuna 1996 þegar ég var að skrifa tölvuheim, ég bara held því áfram. Það mjög fallegt, vefkyrja sem heldur fyrirlestur 1. apríl í Hafnarhási klukkan 18:30 og ég vona að koma þér. Já, ég ætla að koma og við fengum svona forskot á sæluna ég þakka þér kærlega fyrir að koma. Takk fyrir. Og þakka hlustendum og áhorfendum og Pétri Fjellsteð fyrir að tækni varpa samræðinni yfir til ykkar svo við getum verið öll saman í þessari samræðu. Farið ekki langt, við höldum áfram eftir smá frímínútur við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir, takk. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.